Inga Dís Júlíusdóttir. Inga Dís, til hamingju með sigurinn í dag og til hamingju með það að loksins komin í lið eftir langa fjarveru. Já. Hvernig er tilfinningin? Bara frábær. Ég var nú býður þessu mjög lengi. Þú varst óheppin, þú komst heim hérna í fyrra, varst meidd, þú varst að komast í form, meiddist aftur og horfðir á stelpunum lyfta bikarnum hérna í lokin, en það var nú samt ljúft. Já, það var frábært, það skildi verið titilinn þótt maður ekki verið með og langaði mikið að taka þátt í því en maður er ekki heppinn alltaf. En það náttúrulega var margar og undirbúningur sem þú tókst í, þannig þú átt töluvert í þessu. Já, við getum sagt það. En leikurinn í dag, hvernig hérna fannst þér hann spilast? Svona ef við byrjum á að líta út frá þínu sjónarhorni. Fyrri hálfleikurinn mjög flottur, seinni kannski ekki alveg jafn góður en við heldum hreinu og heldum áfram að skora mörk sem er alltaf gott og sigur að heimavelli, frábært. Ertu ekki þokkalega sátt við eigið framlag? Jú, fínt svona fyrsta leik. Þó að sé kalt í dag, skilur, þú veist náttúrulega hitt hann út í Bandaríkjunum en þetta var ljúft. Já, maður bara hleypur sér til hita. Og nú eru konið undanúrslit, er einhverju óska mótherjar, bara alveg sama, slá næsta lið út? Já, bara alveg sama, teka mútið hverju sem er. Inga Dís, ég sé stelpunum flesta konið inn í sturtu og farið og skólaði á þér og njóttu sigursins. Já, ég gera það, takk. Sigur Óli Kristjánsson, 6-0 sigur í dag. Móli, var þetta jafn auðvelt og áttu von á eða var þetta auðveldara en ég áttu von á? Þetta var auðveldara en ég átti von á því að þetta var í 70 mínútur í Reykjavík í deildinni bara nokkuð, já það heldur vilja okkur í 70 mínútur í deildinni þannig að þetta var einhvern veginn allt öðruvísi leikur. Þetta var í raun og veru aldrei spurning? Nei, ekki eftir 15 mínútur þá einhvern veginn komið hann eitthvað 3-0 og þá er leikurinn búinn, virðist vera. Loksins sáum við Ingu Dís Júlíusdóttir fá að spretta sig og hún stóð sér vel og ljóft að sjá hana og nýr markmaður, hvernig það reyndi nú svo sem ekkert mikið hana er þetta að segja, en hvernig líst þér á hana? Já sko, fyrst með Ingu Dís, hún verið einn áður og maður þekkir hann nokkuð vel en með markmanninni þá lendi hún auðvitað bara hérna klukkan rúmlega 1 í dag og við hendum henni bara beint út í laugina og hún virkar flott en auðvitað náttúrulega hefur ekki séð nægilega nógu mikið til þess að metta það en við tökum á hann á morgun og sunnudaginn og sjáum við betur hvernig hún er. Hún fekk nánast ekkert hafði ekkert að gera í leiknum og hérna það er eina sem hún hafði eitthvað að gera í dag, það er að Lúli var að hitta hann upp hérna fyrir leik. Já, ég held að við höfum gengið bara frá því eftir leikina, hún fær bara atvinnuleysisbætur. Já, en Móli, en svona heilt yfir þín hljótt að vera mjög sátt, 6-0 sigur og koni undanúrslit. Já, þetta er frábært, þetta er önnur keppni og koni undanúrslit núna held ég 4. skipti síðan 2007, þannig að þetta er frábært og nú er bara verðum við að komast inn á helvítis úrslitaleik. Móli, áttu þér einhvern óska mótherja? Nei, skiptir engu máli, ég vil heimaleik, nummer 1, 2 og 3. Þannig að nógu mikið ferðin sem að fer hérna suður, þannig að ég vil heimaleik, nummer 1 og 3, alveg saman hvað það er. Skiptir engu hver verður slegin út hérna heima? Skiptir engu máli. Móli, takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir.